Já, komið sæl. Við sitjum nú enn sem fyrir í miðrilega súpunni og núna aðal þungamiðjan hérna fyrir Austanland og þá norðlægar áttir en síðan fer svona þyngdarpunkturinn að færast yfir á Grænlandshafið og þá fara svona suðaustlægar áttir að vera ráðandi hjá okkur og úrkoma þá helstu hérna sunnan- og vestanvert landið. Og ef við lítum á hitastigið þá sjáum við að við liggjum bara hérna í köldum loftmassa. Þetta því að það verður frost á landinu og hann koma fellur í formi snjókomu. Það nú reyndar á laugardaginn nú að svona aðeins að koma örlítið mildara loft til okkar og hitatölurnar færa þá kannski eitthvað aðeins upp fyrir frostmarkið og úrkoman breytist úr snjókomu þá í væntanlega slyddu eða rigningu. En í fyrramálið verður staðan eitthvað þessu líkt. Það norðaustan átt á landinu, strekkingur hérna á Suðvesturlandi og við sjáum að það svona nokkuð bjart að litast og gæti sést svona eitthvað til sólar. En síðan hefur komið hérna á Norðvesturlandi þá nú mun hvassara og má gera ráð fyrir því að það verði hvassvindur á norðvestanverðu landinu í nótt og síðan svona þegar kemur svona fram svona með morgninum að það fer nú svona kannski aðeins að draga á vindinum og mun gera ráð fyrir að það verði éljagangur allt norðanvert landið og það nú aðalega miðan nú hérna fyrir Austanland og skilin frá henni svona að nutta sér við fyrir austurströndina þannig að það gæti nú ringt hérna snjóað hérna á Austfjörðum svolítið í fyrramálið og síðan verður vindstrengur sem að fylgir þessu og það gæti orðið ansi hvasst hérna undir Vatnajökli svona austan til eitthvað svona fram eftir degi. En síðan seinnipartinn að þá verður lagðamiðjan farin að fjarlægast okkur, vindur farin að ganga niður hérna á Suðausturlandi og einnig má gera ráð fyrir því að svona éljagangurinn verður svona mestu leyti horfinn hérna norðan til að verður kannski helst á Norðausturlandi. En sunnanvert landið ætti að vera áfram nokkuð bjart hjá okkur og við sjáum að það kalt á landinu og það frost allt land og gæti orðið svona 10 stig þar sem það mest. Nú síðan ef við skoðum þróunina áfram annan kvöld þá sjáum við hvernig það úrkomusvæði sem liggur hérna fyrir sunnanland og síðan annað kvöld eða áfram á 5. dagsins að þá á skilin að koma inn upp á landinu og þá fer nú að hvessa og snjóa hérna við suðvesturströndina og á 5. deginum gætum við haft þessa stöðu uppi. Það verður sem sagt snjókoma hérna svona sunnan og vestanvert landið og gæti orðið svona strekkingsvindur en hérna norðaustan til ætti nú að verða svona mun hægari vindur og gæti sést eitthvað til sólar hjá okkur en það verður svona eins og segi kalt áfram hjá okkur og svona heldur að herða frostið. Nú síðan ef við skoðum þróunina áfram að þá munu þessi skil hérna leggjast hérna áfram upp á suðurströndinni og á 5. og aðfaranótt föstudags þá munu aukast hérna úrkoman og vindurinn þannig gæti nú snjóa hérna talsvert á Suðurlandi og síðan má gera ráð fyrir þessari stöðu hjá okkur á föstudeginum snjókoma hérna og gæti orðið talsvert snjókoma hérna landið sunnan og einnig vestanvert en hérna norðaustan til ætti nú svona að verða einna minnst ofankoman en svona áttin orðin nokkuð stíf hjá okkur austanátt og gæti jafnvel slegið í hvassviðri hérna á Norðurlandi. Nú síðan ef við skoðum þá laugardaginn að þá nú gert ráð fyrir því að það verður nú áframhaldandi austlægar áttir. Það verður nú reyndar farið að koma hérna aðeins mildar oft upp á landinu sem þýðir það að við erum farin að sjá hérna hitatölur yfir frostmarkinu og þetta þýðir það væntanlega að ofankomu sem fellir hérna sunnanvert landið verður væntanlega á formi slyddu eða snjókomu slyddu eða rigningu en hérna ætti nú að vera snjókomu hérna landið norðan til. En við sjáum nú betur til þegar nær dregur. En semst á morgun í okkur verður norðlæg átt. Það verður strekkingsvindur hérna svona einkum norðvestan til og einnig getur orðið svona hvasst hérna undir Vatnajökli svona framan að degi, einhver éljagangur hérna norðan til en þetta verða þurrt og bjart landið sunnanvert. Við skulum láta þetta duga verið í bili, verið sæl.